Ingi, komnir í undanúrslit og það ljóst að þið mætið Stjörnunni, en áður við vindum taluna því einu í aðeins áttalega úrslitin. Njarðvíkingar, þið létu ykkur hafa fyrir hlutunum. Já, þetta var frábær sería og ég mjög stoltur að fara áfram. Við erum duttum út í fyrstu umferð fyrra og við vorum alveg starfandi því að gera betur í ár og vera búin að stíga það skref en alltaf bara nummer 1 og 3. Ég er mjög stoltur af mínu liði því við vorum bara með vanvirðingu við klúbbinn Snæfell, hvernig við spiluðum á mánudaginn í Njarðvík og hvernig við náum að svara hérna í dag, hvernig við komum til leiks í dag. Ég er mjög ánægður með það og það sýnir að lengi lifir í gömlu mæðum. Já, þið voru einmitt svolítið að lífa á svona refshætti, menn voru að pota í boltan hér og þar og vinna stöku sóknarfrákast, vinna þessa tvísýnum bolta. Hefur það eitthvað með reynslu að gera? Já, ég las nú í dag og í gær einhverja pistla og svona og við vorum að, eins og segja með enskunni, deflekta mjög mikið af boltum hérna og mér fannst það bara svona vera munur á liðunum. Við vorum að deflekta því að og ná svona, stoppum út úr því. Þvinga þá í tapa bolta, en ég held að Múra ætlaði að ganga frá okkur hérna á tíma og þvílíkur kapli í hálfum, það var rosalegt. Þú situr ekkert á drengðinum á bekknum, þú færir ekki beint í kórinn núna með þennan rattstyrk? Nei, ég er búinn að vera svona núna í einhver 5 daga og leikskólaflensan er herjakallinn, þannig að röddin er ekki alveg upp á sér besta, en það er ágætt kannski sem fekk ekki tækni í dag. Já, ertu gjarn á það, en svona að öllu gamni sleftu, Stjarnan í næstu umferð, þið með heimaleiki réttinn. Í sögulegu samhengi, hefur heimavöllurinn nú ekkert skipt ykkur neinu máli, eða? Nei, hann hefur ekki gert það, en hann gerði þessari viðureign sem við vorum að ljúka núna og við erum stoltir af því. Við erum að fá gríðarlega vel manna lið Stjörnunnar sem er að koma úr gríðarlega reymum, þannig að svo reyma verður athyglisverð og sem og K.R. Grindavík, þetta verður náttúrulega fáránlega flottar reymur.